Komið sæl, ég ætla að vera með kynningu á litlu ísöldinni eins og hún var kölluð. Litla ísöldin er talin hafa byrjað á 14. öld og jafnvel fyrr, en vísindamenn ekki sammála hvenær hún hófst, en eru sammála að hún stóð til árið 1850. Litla ísöldin í raun ekki ísöld eftir þeirri skilgreiningu heldur langt kuldatímabil. Á þessu tímabili lækka hitastig talsvert og sumrin urðu köld. Við sjáum hér línurit yfir breytingu á hitastigi frá hlýskeiði miðalda yfir litlu ísöldina og fram í tíman í dag. Hitastig fyrir hitamælingar hér áætlað. Einnig línurit fyrir hita á sama tímabili í Stykkishólmi og sést greinileg hitabreyting á tímum litlu ísaldarinnar. Kuldaskeið sem fylgdi litlu ísöldina hafði gríðarlega mikil áhrif á líf fólks um allan heim, þar sem sumrin eru léleg og veturtíðin mjög hörð. Talið að byggð víkinga á Grænlandi hafi þurrkast út með harðari tíð og sjáum við hér mynd af línuriti sem útskýrir þetta betur. Eins og við sjáum hér þá námu víkingar land á því tímabili land á hlýskeiði miðaldar, mitt hlýskeiði miðaldar, en fljótlega eftir að litla ísöldin hefst þá hverfa þeir frá Grænlandi og telja fræðimenn að miklu líkur eru út af þessu litlu ísöld. Hér sjáum við leifar af byggð þeirra á Grænlandi, hérna á Hvalseyri. Einnig hafði hún áhrif fleiri stöðum. Hérna á þessu mynd sjáum við ána Thames að hún frosin og hún fraus nokkur sinni þessum tímabili. Þessi mynd máluð 1684 og var þetta mjög merkilegt þegar áan Thames fraus alveg yfir. En hverjar eru orsakir þessar stóru veðurfarsbreytinga? Helstu orsakir eru taldir vera eldvirkni, styrkleiki færibandakerfis hafstraumana og fjöldi sólbletta. Á þessari mynd sjáum við líklega styrk sólarinnar frá árinu 700 og sjáum við að yfir það tímabil sem litla ísöldin var á að styrkur sólargeislans tekur nokkra djúpa dýfur frá 1300 til 1720. Við sjáum hér að það kallast Spörri minjum, Maunder minjum og Dalton minjum, og einnig hér á 13. öldinni kemur ákveðin lagið niður og eru margir fræðimenn sem vilja telja að þar hafi raun hin litla ísöld byrjað. Nýjar rannsóknir við háskólann í Bern hafa sýnt fram að litla ísöldin hefði samt orðið þó að áhrif frá Norður-Atlantsveiflunni NAO eru tekin frá og gefa þá skýringu að mikil eldvirkni og minnkandi sólargeislun sé helstu orsakavaldar að aukinni sjóísmyndunar óháð hringrás andrúmsloftsins. Eins og sést á þessari mynd þá myndaðist mikill ís í Barentshafi sem dreifðist yfir á heitara svæði á Norður-Atlantshafi og við aukið ferskvatn í sjóinn þá breyttist lagskipti sjósins og það var munur á þéttleika, sem leiddi til þess að uppstreymi sjós, rauðaurinn, sem var rekinn áfram á mismun þéttleika var veikt og minna af heitu vatni var flutt inn á norrænu höfin sem að sama skapi jók ísmagni í sjónum. Og þetta talið hafa ýtt frekar undir þá þróun sem varð að litlu ísöldinni. Og telja vísindamenn með þessu sínum tilraunum að hægt að bera hægt sé að þessar niðurstöður koma fram þó að tekn sem frá allir straumar í hugunum. Af þessum rannsóknum að draga það ályktun að ef mörg stór eldgos verða á jörðinni á frekar stuttum tíma og sólargeislun í ákveðnu lágmarki að við megum búast við svipuðu kuldaskeiði og var á litlu ísöldinni. Ég þakka fyrir mig.